Næst vil ég bjóða Urðin Jarðvík, velkomna, prófessor í sálfræði, gjör svo vel. Fundarstjóri, hæstvirtur heilbrigðisráðherra og rektor Háskóla Íslands. Ég vil þakka skipuleggjendum fyrir að bjóða prófessor í klínískri barnasálfræði að vera hér á þessum málþingi. Vera mín hér ekki öllum augljós og kannski ekki einu sinni mér sjálfri. Ég ætla aðeins að skipta og færa umræðu efnið á annan stað og það að skora aðeins minni mál en þó ekki síður mikilvæg sem eru aðstæður barnafjölskyldna eftir þetta samkomubann og þetta verkefni sem við öll tekist á við og ekki síst fjölskyldur barna með sérþarfir sem hefur lítið fengið pláss í umræðinni. Ég valdi svolítið dramatískan titil en það eru nokkrar ástæður fyrir því en ég vil taka það skýrt fram í upphafi að þó að ég sé að tala afleiðingar samkomubanns og draga upp kannski frekar dökka mynd af þeim að þá felst ekki þessu nein gagnrýni á hvernig tekið var málum og vil óska öllum hlutaðeigandi til hamingju og bara þakka fyrir að við skulum vera á þessum frábæra stað að vera COVID-laus eins og Bryndís segir. Það er gott að heyra það. En við erum líka á stað núna í umræðinni þar sem að fjölmiðlar kannski og það er ágætt og við vitum það í sálfræðinni, það er gott að horfa á björtu hliðarnar og það er gott og góð bæjargráð að hugsa það sem gekk vel. En þetta var líka erfitt og þetta var bara mjög erfitt fyrir marga. Og það voru ekkert allir bara í einhverju sumarfríi að baka súrdegsbrauð og púsla með börnum sínum. Þetta var bara mjög erfitt. Og ef við horfum algjörlega burt frá sýkingum, veirunni sjálfri, ótta við smit, öll þessi nýja hegðun sem við þurftum að taka upp og sumt á henni eru klínísk einkenni. Það að spritta sífellt hendur og þvo sér er klínískt áhugavert fyrir fólki í geðheilbrigðisþjónustu því það hefur hingað til talist vera skaðleg hegðun. Þannig að við erum að skipta algjörlega takt og erum að takast á við alls kyns hluti. En barnafjölskyldur fengu það hlutverk með stuttum fyrirvara að skóladagurinn skertist verulega. Sum börn voru í skólanum örstutta stund á hverjum degi og önnur fengu svona annað hver dag eða eitthvað slíkt. Heimanám jókst. Tómstundir voru teknar af þeim sem er ekki gott vegna þess að við vitum og vísindin hafa margoft sýnt það. Lengi höfum við vitað það að skipulag tómstundastarfsemi er verndandi þáttur fyrir börn, sérstaklega hvað varðar geðheilsu þeirra, sjálfstraust og andlega líðan almennt. Þau fengu líka minni samskipti við jafnaldra sem er ekki gott fyrir þau heldur og sérstaklega ekki þau sem standa höllum fæti. Foreldrarnir þurftu að vinna heiman, taka fjarfundi, stundum í eldhúsinu með 3-4 börn yfir sér og það er hægt að sjá komísku hliðarnar og því en það er líka streituvaldandi og erfitt. Og það er alltaf að segja það og leyfa fólki að eiga þar tilfinningar að við erum bara sum að koma svolítið tætt út úr þessu. Það var ekkert svona æðislega frábært. Frábært eða var svoleiðis hjá einhverjum en það eru fullt af hópum í samfélaginu sem eru að staulast af stað og þurft að takast á ýmsa erfiðleika og það er mikilvægt að þeirra rödd fái líka heyrast. Þau sem þurftu að mæta í vinnu áttu erfitt með að fá pössun, amma og afi voru ekki til staðar og þau þurftu að hafa umsjón með námi barnanna. Þannig að þetta var bara nokkuð brött brekka og hvasst ábyggilega á mörgum heimilum og ég ætla að fókusera aðeins á einn hóp barna með sérþarfir sem börn með ADHD. Ástæðan fyrir því að við veljum að tala þau er að þau eru mjög fjölmennur hópur og þau eru einn stærsti hópurinn ef við skoðum börn með sérþarfir. Og kannski ekki síður að ég var með rannsókn í gangi mitt í þessum heimsfaraldri sem náttúrulega eyðilagðist eins og margt annað sem að vísindamenn voru fast við hér í Háskóla Íslands þegar samkomubann skall á. En leið þá gefa gögnin mér færi á að sýna ykkur aðeins mælingar á því hvernig fólk var fyrir samkomubann og hvernig þið leið mitt í kófinu. Bara aðeins örstu 10 sekúndna bakgrunnir á því hvað ADHD er fyrir þá sem ekki vita. ADHD er röskun í taugaþroska. Það eru ákveðin svæði í framheila sem þroskast ekki eðlilega sem veldur því að barnið á mjög erfitt með að stýra einbeitingu síni og athygli. Það hefur gjarnan hreyfiofvirkni og er mjög hvatvíst. Í þessu felst erfiðleikar við tilfinningastjórnun, hegðunarstjórnun, dempun ýmissa viðbragða, getu til þess að læra á nýja hluti, læra af umhverfi sínu og læra af mistökum sem getur tekið lengri tíma fyrir börn með ADHD heldur en önnur börn.
og gera það verkum að þau hafa ýmsar sérþarfir. Vitsmunaþroski þeirra hins vegar eðlilegur og þetta eru bara afmörku svæði sem eru svona með skerta virkni sem veldur því að barnið ofta takast á við ýmsa erfiðleika. Tíðni á heimsvísu 5–7%. Þetta kvilli sem mætir miklum fordómum, mikilli vantrú. Hippokrates skrifaði ADHD löngu fyrir Krist og fyrsta vísindagreinin ADHD birtist 1902. Þannig að þetta ekki einhver óþekktar sjúkdómsvæðing og óþekkt eða einhver slíku. Þetta raunveruleg taugaþroska röskun og þar í flokki með þroskahömlun og einhverfu. Með 5% tíðni þýðir það að það 1 af hverjum 20 börnum með þessa röskun sem þýðir það bil 1 barn í hverjum bekk. Þetta algengasta tilvísunar ástæða í geðheilbrigðisþjónustu barna, hvort sem við lítum á heilsugæslu, þriðjulínu stofnanir eða sálfræðiþjónustu í skólum. Þannig að þetta mjög fyrirferðarmikill hópur í kerfinu hjá okkur. Börn með ADHD glíma gjarnan við námserfiðleika. Þau eiga við mikla félagslega erfiðleika að etja, eiga oft erfitt uppdráttar í jafningjahópnum og þess vegna eru skipulega tómstundir og ramminn sem skóladagurinn gefur þeim gríðarlega mikilvæg fyrir þeirra líðan og þeirra framvindu. Það mjög há tíðni fylgikvilla í ADHD, meira að segja svo há að hreint ADHD, þar að segja barn sem einungis greint með ADHD en ekki neina fylgikvilla, sjaldgæfara heldur barn sem hefur fleiri en eitt kvilla. Þetta flækir sjúkdómsmyndina, eykur hömlunina sem á öllum sviðum, hún ekki bara í skólanum, hún alls staðar í lífi þessara barna og þau í aukinni áhættu að þróa með sér kvíðaraskanir, 30–40% eru líka með kvíðaraskanir, yfir 20% að greinast með þunglyndi, tíðni meðal barna almennt 5%, þannig að það gríðarlega mikil aukning og mótþróa þrjóskuröskun líka algengur fylgikvilli með ADHD og veldur því að börnin eiga oft í erfiðleikum með að hemja sig og lenda í miklum árekstrum. Skemmtilegt að vera á fjarfundi með barn sem að undirbúa sig fyrir stærðfræðiverkefni og 2 önnur í eldhúsinu, innilokaðar kannski á 3. viku við þessar aðstæður. Það ekkert auðvelt að vera foreldri barns með ADHD. Þetta á reyndar við börn með sérþarfir almennt. Það getur tekið á að ala upp barn og í eðli okkar að hlífa okkur sjálfum og færa fórnir fyrir ungan. Það gerir öll spendýr og það gerir manneskjan mjög sterkt. Þessi mynd af þessum blauta föður sem að fórna regnlífinni sinni til að halda barninu sínu þurru mjög tákgræn fyrir það hvernig við hefðum okkur oft sem foreldrar, en það þýðir ekki að við verðum ekki blaut, að við verðum ekki þreytt og við finnum ekki fyrir álagi. Og almennt séð eiga foreldrar barna með ADHD aukna líkur á streitu og álagseinkennum. Það mjög há tíðni hjónabandserfiðleika, kvíðaraskana og þunglyndi. Þetta á líka við foreldra langveikra barna almennt og barna með sérþarfir. Þannig að þetta ekki eitthvað sérstakt fyrir ADHD. Það sem kannski sérstakt við þau að erfðaþátturinn svo sterkur og þau gjarnan sjálf einnig að glíma við ADHD. Alls ekki öll. Það bil helmingur fólks heldur áfram að vera með hamlandi einkenni á fullorðinsárum og eins og ég segi erfðaþátturinn nokkuð sterkur. En af hverju erum við að tala þetta hér? Ég var með rannsókn í gangi mitt í faraldrinum, þar sem ég var að skoða viðbótar áhrif nýs inngrips sem ég hef verið að þróa á árangur hefðbundinna foreldranámskeiða. Örlögin höfðu því svo til að fyrri mælingin mín í byrjun febrúar, áður en að fyrsta tilfelli COVID-19 greinist á Íslandi og þetta eitthvað svona frétt veikindi í fjarlægum löndum og gæti komið hingað en mann ekkert mikið að velta því fyrir sér kannski. Seinni mælingin mín þegar smittkúrfan í hámarki. Ég vissi það ekki þá og hefði sennilega ekki farið út í mælingar ef við hefðum vitað það fyrir. En þegar smittkúrfan í hámarki og það eru tugir smita og jafnvel upp í 100 á dag, þá erum við með seinni mælinguna. Þannig að mælingi mín á þessu fólki í þessari rannsókn fyrir COVID-19 og síðan þegar smittkúrfan í algjöru hámarki. Þegar ég fer yfir niðurstöðurnar þá mun ég hljóma eins og tapsár íþróttamaður sem að kenna grasinu eða dómaranum eða eitthvað tapleikinn sinn. Þannig ég ætla bara að taka það fram strax að þetta raunprófi meðferð sem ég að prófa. Hún margsinnis verið sönnuð á mörgum stórum rannsóknum í mörgum löndum og hún byggir á eldri aðferðum sem voru líka raunprófaðar. Þannig að það eiginlega útilokað að það sem ég var að gera í þessari rannsókn hafi valdið skaða.
það sem við vorum að gera að við skiptum fólkin í 2 hópa, bara rétt svo þau skilji hvaðan gögnin koma. Við erum með fyrstu mælingu í upphafi sem að gera meðferð rannsóknum. Allir í rannsókninni fara í svona þjálfunarnámskeið sem ég var að tala sem raunprófað og felur í sér þjálfun í ýmsum aðferðum sem að eiga að hjálpa foreldrum að stjórna hegðun barnsins betur. Og svo vorum við að prófa hvort að viðbótar þjálfun í ákveðnum hlutum myndi skila betri árangri. Þegar háskólinn skellti í lás, þegar 100 manna samkomubanni var sett á, fengum við ekki undanþágu til þess að halda úti þessum hópum sem að voru að hittast foreldrar 10 barna í einu. En ég var með dugnaðarfólka, 3 meistaranema með mér, Ardís Sverrisdóttir og Ágústa Friðriksdóttir og Bryndís Þorsteinsdóttir, sem hefur miklar þakkir skilir og skelltu þessu yfir í fjarfundi og við héldum áfram og bara reyndum að halda dampi. Við höfðum leyfi fyrir því hér eru líka fólk utan að landi sem eru þáttakendur, þannig að við vorum búin að venjast í að nota fjarfundabúnaðinn í þessu. Og við heldum bara ótrúður áfram og heldum kannski að þetta myndi opna aftur eftir hálfa mánuð eitthvað og keyrðum bara á að halda áfram. Svo var þetta ekki. Þetta ekkert stórt úrtak, við endum með 39 börn, þá voru 41 sem byrjuðu, þannig ekki nema 2 sem hættu. Báðar þessar fjölskyldur hættu alveg í upphafi, önnur vegna verkfalls. Á leikskóla sem sáu sér ekki fært að mæta en þannig að þetta eru 39 börn, það ekkert mjög stórt úrtak en það mikilvægt að átta sig á því að þetta mæling sem mikilvæg og dýrmæt vegna þess að þetta ekki fólk sem bjóða sér til að taka þátt í rannsókn út af COVID. Það engin valskekkja hér að því fólk hafi átt mjög erfitt og sé þess vegna líklegra til að vilja taka þátt í rannsókn. Þetta fólk sem að koma til þess að fá aðstoð fyrir sitt barn og kemur á allt öðrum forsendum. Þau eru aldrum 6-12 ára, meðalaldur 9,4 ár, kynjaskipting barnanna tiltölulega jöfn, 80% í lyfjameðferð sem gott, það það sem við viljum sjá í ADHD. Lyfjameðferð búin að sanna sig sem fyrsta meðferð við ADHD, lyfin eru þaulrannsökuð og rannsóknir styðja það að samsett meðferð, lyfjameðferð og svona foreldraþjálfun eins og við erum að keyra þarna besta útkoman fyrir þessi börn. Þau eru 70% frá heimilum sem eru fleiri börn, foreldrarnir eru velmenntaðir, eru meirihlutinn í sambúð, atvinnuþátttaka þeirra góð, þetta bara mjög típiskar íslenskar fjölskyldur. Og ef við kíkjum aðeins á niðurstöðunar, það sem ég var meðal annars að skoða eru rútínur á heimili. Samanburðarhópurinn átti ekki að fá eins mikið tal og þjálfun rútínur en landlæknisembættið og aðrir sáu til þess að það var mikið talað rútínur á þessum tíma og þar af leiðandi var samanburðarhópurinn ónýtur og við erum ekkert að fara að skoða fólk í tvennu lagi hér. En þetta að minnsta kosti hafði áhrif því að rútínur daglegs lífs jukust talsvert mikið og það eitthvað sem við viljum sjá. Agarútínur skoðið hér jukust líka sem sýnir að það sem ég var að kenna fólki breytti hegðun þess. Gráu súlurnar sýna meðaltal íslenskra fjölskyldna. Þið sjáu að samvera fjölskyldu hækkar pínu lítið, þetta ekki samvera í klukkustundum talið heldur rútínur sem snúa að því hvort að fólk gerir reglulega ákveðna hluti saman. Það breytist ekkert sérstaklega mikið en heimilisskyldurnar jukust aðeins sem áhugavert og sýnir okkur að þetta fólk sem var virkilega að reyna að halda takti, var að reyna að stýra börnunum sínum og var að reyna að halda deginum sínum í skipulagi. Við vorum að skoða svefnvanda barna. Það ekkert mikið að segja þessar niðurstöður. Þið sjáu gráar súlur þarna sem eru klínísk mörk og meðaltöl sem við miðum okkur við. Þetta gríðarlegur svefnvandi. Hann að aukast þarna tölfræðilega marktækt en ekkert sérstaklega klínískt marktækt. Þau bara áfram með mjög mikinn vanda. Það sem ég hef mestar áhuga á hér að sýna ykkur tilfinningavandi barna. Þarna við með mæltæki þar sem við erum að skoða hlutfall barnanna sem yfir klínísku mörkum. Þetta einkenni sem í það miklu mæli að barnið mun þurfa inngrip og líklega meiri aðstoð heldur en það að fá akkurat núna. Mótþróa einkennin örlítið að lækka. Þau hefðu átt að lækka miklu meira með þessu inngripi sem ég var að gera og sinna fólki. Og þetta svona svolítið eins og ég hafi verið slökkviliðið að ég reyna að slökkva eld í brennandi húsi og hinum megin við húsi stendur COVID og dælir inn bensíni á meðan. Þannig að það í sjálfu sér ákveðið afrek að við höfum haldið þessu í horfi með það sem við vorum að gera en tilfinningamandi barnanna að aukast mjög mikið. Þetta eru depurðareinkenni og þetta eru kvíðaeinkenni
og það þarna 38,7% þeirra yfir mörkum fyrir meðferðina, en mitt í COVID það orðin 56%. Þetta alvarlegt, þetta eitthvað sem kallar á inngrip og betri skoðun og þetta sýnir að börnin í auknum vanda. Þetta ekki mat foreldrana á líður barninu aðeins verr og COVID hafa þar áhrif, þetta raunveruleg einkenni þunglyndis og depurðar sem að vaksa þarna og komin yfir klínisk mörk og yfir helmingi þeirra. Líðan foreldra sömuleiðis, streitan gríðarlega mikil þarna fyrir, 33% yfir mörkum, áður en við byrjum, fer upp í 35%. Streitu einkenni þarna byggja á 14 spurningum streitu einkenni, þetta ekki mat fólks á því hvort það upplýði streitu eða ekki. Kvíðin sömuleiðis að hækka og það sem ég hef mestar áhyggjur af þarna að hlutfall foreldra sem fer yfir klínisk mörk, yfir alvarleg þunglyndiseinkenni að aukast gríðarlega á þessum tíma. Þetta vanlíðan, þetta vonleysi, þetta upplifun á að maður sé ekki þess virði að lifa og svo framvegis og þetta að endurspegla gríðarlega mikla vanlíðan. Ég held að þessar niðurstöður séu einhverju leyti að endurspegla það sem að þjóðin upplifði á þessum tíma, en að við séum að sjá þarna í mun sterkara mæli vegna þess að streitunæmi þessa hóps meira, erfiðleikarnir meira og það bara þannig að þegar við hendum 50 kíló á poka á hvern einasta mann að sá sem að bera þyngri byrðar fyrir, hann að fara að mæðast fyrr. Þetta segir okkur í hnotskurn niðurstöðurnar það að hegðunarvandi stóð í stað þrátt fyrir raunprófað inngrip. Hegðunarvandi eins og hitamælir á vanlíðan barna, getur birst þannig að barni sýni mótþróa vegna þess að því líður ekki vel. Tilfinningavarði barnanna jókst marktækt, það greinilega áhrif ástandins á kvíða og depurðareinkenni og líðan foreldranna versnaði, einkum alvarleg þunglyndiseinkenni sem sérstakt áhyggjuefni þarna. Eins og ég sagði ykkur þá vorum við að prófa raunprófaða meðferð. Við vorum með fólk sem kom í þessa rannsókn án þess að hafa neitt með COVID að gera og við sjáum þarna skýrt að samkomubannið hafði marktæk neikvæð áhrif á líðan barna með ADHD og einnig foreldra þeirra. Þetta á örugglega einnig við börn með einhverfu, börn með þroskafrávik, börn með ýmsa langvinna sjúkdóma, þar sem reyndi verulega á börn sem viðkvæm fyrir því að skólinn og daglegu rytmi sé tekinn frá þeim. Og það verður að teljast líklegt að börnum á biðlistum hafi einnig hrakað. Á Íslandi það bara 1 til 1,5 ár bið eftir greiningum og það mjög líklegt að þessum hópi hafi hrakað talsvert á þessum tíma. Það mikilvægt, hér menn að tala seinni bylgju, ég vona við þurfum ekki að takast á við það. Ef við þurfum einhvern tímann aftur að fara í takmarkanir af þessu tagi, þá mikilvægt að við hugsum og lærum af þessu, við skoðum betur aðra hópa, fleiri hópa og setjum upp áætlanir þannig að það sé tryggð þjónusta og stuðningur við börn með geð- og þroskaraskanir í aðstæðum sem þessum. Nánast allar stofnanir sem sinna þessu fólki voru lokaðar á þessum tíma, meðal annars Barna- og unglingageðdeild Landspítalans sem sinnti bara þeim allra veikustu, Greiningar- og ráðgjafarstöð ríkisins og fleiri staðir þar sem að þessi foreldrar hefði getað sótt sérhæfða þjónustu og stuðning. Við þurfum að hugsa fyrir því hvernig hægt að tryggja þjónustu og aðstoð við fjölskyldur í þessum aðstæðum að það var komið upp aftur án þess að auka smithættu og annað. Það að setja upp einhvers konar símaþjónustu sem sérhæfð eða eitthvað slíkt og það alveg örugglega uppsöfnuð þjónustu þarf við eftir þessum samkombann. Ekki bara töf á því að inntak á biðlistum hafi farið fram, heldur börnum að hraka, þau sem voru komin á gott ról mögulega farin að stíga tilbaka og þurfa meiri þjónustu aftur. Þannig að það gríðarlega mikilvægt að þessu stígi og leiðin út úr kófinu taki líka á því að það þarf að styðja við þær stofnanir sem að fara að takast á við annan kúf núna sem uppsöfnuð þjónustu þörf barna með sérþarfir. Takk fyrir kærlega. Kærar þakkir fyrir áhugavert erindi og mikilvægt mál. Arna, gjör svo vel. Hendur hér á lofti. Takk kærlega fyrir frábært erindi. Ég heiti Arna og prófessor í lýðheilsuvísindum. Mér finnst þetta mjög áhugavert og tengist mjög mikið því sem við höfum verið að gera hjá lýðheilsuvísindum, að skoða einmitt líðan fólks í COVID og við höfum ekki niðurstöður úr því ennþá, en það má ætla að það endurspeglist eitthvað þarna hjá þér, þar sem að við munum sjá. Og eins og þú sagðir svo réttilega, þá erum við rétt úr bakinu núna og þarna halda áfram af stað.
En meðan þetta sem þú ert að segja, má ekki ætla að sé að því nú er verið, eins og ég skil þetta með 15. júní og allt það, þá eru talsverð efnahagsleg rök þar að baki, má ekki ætla að móti komi gríðarlega aukinn kostnaður einmitt við svona niðurstöður eins og þú ert að greina frá, að biðlistar sé að lengjast, að sé aukinn þörf fyrir þjónustu, þörf fyrir auki fjármagn og hvað aðrar svona takmarkanir myndu kosta okkur bara í beinhörðum peningum. Jú, það er líklegt að þetta hafi í för með sér kostnað og þörf fyrir aukinn mannskap sem að sinnir þessu fólki, en efnahagslegir erfiðleikar eru líka mikill áhættuþáttur fyrir þessa fjölskyldur. Þannig að það er ómögulegt að segja til hvort skiptir meira máli. Mér finnst aðalatriði að við lærum af þessu og að það sem að mér finnst líka mikilvægt og þess vegna er ég mjög þakklát skipuleggjendum hér fyrir að leyfa þessari rödd að heyrast hér svona snemma að fólk sem átti erfitt á þessum tíma fái upplýsingar að það eru fleiri í þeim sporum og það borgar sig að leita aðstoðar. Við vitum að snemmtækja íhlutun er alltaf betri og hún er hagkvæmari og hún er líka betri fyrir heilsu fólks. Þannig að það er mikilvægt að fólk átti sig á því að það er ekki eitt með þessa stöðu að líða verri eða eitthvað slíkt og þarf að leita eftir þjónustu sem fyrst. Ég er sálfræðingur og það er rosalega gott á þessum tíma, þurfum ekki að spá í opnun lands og efnahagslegar ákvarðanir. Ég bara svona koma því að framfæri að hér er stór hagsmunahópur 5% barna í það minnsta sem að þarf athygli núna á stuðning. Ég ætla að leyfa eina spurningu viðbót. Við erum reyndar komin aðeins fram með tíman en þú varst með Jóhanna. Það er kannski bara svona athugasemd sko að við kannski lærðum í þessum faraldri að það er eitthvað sérstakt við hann að áhrifin af honum á börn sem sagt sjúkdómslega séð sko eru önnur heldur en á fullorðnum, þannig að kannski er það svona eitthvað vonar glæta þar að við getum, ef þetta gerist aftur, haft íþróttirnar gangandi, haft mótin gangandi fyrir börnin og skólan og allt þetta. Það er svona kannski ætti að huga því að setja sem sagt áhersluna á börn þar að þeirra líf raskist sem minnst, eins og Þórólfur náttúrulega reyndi að gera sko. Já, algjörlega. Við getum kannski gengið lengra. Einmitt, algjörlega. Og eins og ég sagði upphafi að hlutir gerðast mjög hratt og auðvitað þurfti að verja líf fólks. Þetta er kannski meira svona vekja athygli á því að sá sem liggur fótbrotinn, honum er líka illt sko, þó svo einhver hafi mist útlim að þá má honum líka vera illt og tala sína verki. Þannig að já, það er mjög mikilvægt að það sé hugsa fyrir þessu og sem betur fyrir að börn hlíft við sjúkdómnum. En mögulega eru langtíma áhrifin samt alvarlegu þetta eru ungbörn, þetta eru undir 12 ára. Við vitum ekkert hvernig menntaskólanemum vegnar. Við vitum að það er mikil áhætta á brottfalli við svona aðstæður þar, fíkniefni og annað og sem börn geta leitað í eða þau sem voru búin að ná bata hafa stigið aftur og bak í þeim efnum. Þannig að það er mjög margt framöndan sem við þurfum við erum ekki búin því miður. Það þarf bara að bretta upp ermar og það eru eflaust margir aðrir hópar. Þetta er bara einn sér hópur. Og þó að hann sé kannski stóra þá eru margir aðrir sem eru örugglega í svipaðri stöðu. Kærar þakkir Urður. Nú tökum við smá hlé.